Verið velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Það verður haldin heilmikil sýning í Laugardalshöllinni nú helgina sem heitir Verk og vit. Sýningin mun svo koma að hluta til hingað norður og verða sett upp í Hofi á Akureyri. Karl Eskil Pálsson leit við í Laugardalshöll í vikunni og talaði við sýningarstjóran og fulltrúa frá samtökum iðnaðarins. Hversu stór sýning þetta? Þetta eru 120 sýnendur sem taka þátt núna að þessu sinni. Salurinn sjálfur eru 5.000 fermetrar, þannig að þetta er stór sýning á íslenska mælikvarða. Friðrik, þið hjá samtökum iðnaðarins fáum við að sjá hérna á þessari sýningu að iðnaðurinn hann stendur nokkuð styrkum fótum. Já, klárlega. Og svo líka það sem við náttúrulega lítum mest til að með svona sýningu og þáttöku í svona sýningu þá erum við að taka þátt í að sýna nýjungar, sýna hvað er að koma nýtt inn á markaðinn og hvað okkar til dæmis félagsmenn ættu að skoða vel og jafnvel tileinka sér. En þetta er ekki bara sýning, hér eru líka ráðstefnur og svona fólk er að spjalla saman strauma og stefnur. Já, það verður á föstudaginn verður ráðstefna og þar verður talað skipulagsmál, byggingamál, innviði. Þannig að það er fræðsla, en svo líka fræðsla og mikil fræðsla sem fer fram hérna á sýningunni sjálfri. Sem menn gleyma oft, það er oft verið að tala að það bara er að kynna einhverja nýjungar, en það er líka oft að því verið að kenna notkun á þessum nýjungum. Þannig að það er klárlega, það er allt sem mælir með þessu. Fyrir hverja er þessi sýning í raun og veru? Í rauninni er þessi sýning fyrir okkur öll. En aðalega erum við náttúrulega að kalla til fagaðila fyrstu 2 dagana og svo getur almenningurinn komið helgina og kynnt sér sýninguna og verið með. En það er mjög mikið af fagaðilum líka sem koma hérna laugardag og sunnudag. Þannig að öll fjölskyldan, hún mætir hérna? Já, ég myndi segja það og ég meina byggingariðnaðurinn snertir okkur öll á allan hátt. Hvar værum við án þess að hafa iðnaðinn og já, allt það sem við erum að gera hér. En slíka sýningar þær hafa verið haldnar áður, hafa þær verið vel sóttar? Það hafa verið mjög vel sóttar. 2016 til dæmis komu hér í gegnum 23.000 manns. Það er bara nokkuð gott myndi ég að segja. Já, veður og vindar fyrir að segja hvað gerist núna í ár en við finnum fyrir miklum áhuga og ég er fullviss það að við verum með mjög góða mætingu hér á þessa sýningu. Friðrik, það er stundu talað að 4. iðnbyltingin sé svona handan við hornið. Fáum við að sjá á þessari sýningu að svo er? Það er kannski, Elsa er betur til þess fallin að segja frá því hvort það sé eitthvað sem hægt er beint að segja 4. iðnbyltingi. En það sem við sjáum í byggingariðnaðinum að þá er 4. iðnbyltingin að koma þar inn. Nú bara sem dæmi að það er nýkomin frá fundum í Danmörku þar sem við skoðum mannvirki þar sem að 4. iðnbyltingin er komin í notkun og því að við erum í 90% af okkur tíma erum við að eyða innanhús. Þannig að það þarf að gera allt sem hægt er að gera, nota þá tækni sem er til og er að koma til þess að bæta viðveruna í innanhús. Og það er það sem ég held að verði alveg örugglega einhver aðili hér sem komi til með að kynna. Hvað segir þú, Elsa, verða hér nýjungar alveg á hverju horni? Kannski ekki á hverju horni, en það verða miklar nýjungar hér inni, já. Og varðandi 4. iðnbyltingunni, þá myndi ég nú segja bara ef maður ætti svona að setja þetta í einhverjum mynd. Við erum að fara yfir þröskuldinn, myndi ég segja, við Íslendingar. Þannig að þetta er, já, við getum svo sannarlega sagt að við séum á leiðinni. Maður kannski bæta við varðandi hvað við erum opin. Við erum að fara að senda mat með drónum. Það er nú ekki víða gert. En er þetta þá líka hugsað sem svo að það sé verið að hvetja ungt fólk til dæmis til þess að fara í verknám og svo framvegis? Já, og ég veit að Elsa sem sýningarstjóri, hún er búin að gera mikinn undirbúning fyrir það að taka á móti skólunum og það er kannski gaman að þú segir frá því hvað það eru margir sem er að fara að koma hér á næstu dögum frá skólunum. Já, við erum bara að fara að taka á móti 1100 10. bekkingum hér í gegnum á sýninguna. Tækniskólinn kemur til með að vera með stutta fyrirlestra fyrir þau. Eftir þá fyrirlestra þá koma þau inn í salinn, fá að skoða sýninguna. Fyrirtæki er alltaf að taka sérstaklega á móti þessum 10. bekkingum. Það er mörg fyrirtæki líka búin að segja að þau vilja fá þau að stoppa í dálítinn tíma inn á básunum sínum. Og
já, við gerðum þetta líka 2016. Það skilaði sér svona svakalega vel. Það var metaðsókn í tækniskólann. Við náttúrulega svo sannarlega vonum að það verði aftur. Það eru fjölmörg dæmi það að krakkar hafa verið að skrá sig í tækniskólann þarna 2016 sem bara beinist beint til sýningarinnar. Og bara núna fyrir 4 dögum þá fékk ég síðasta símtal frá foreldra sem sagði mér það að sonur hans hafi skráð sig í rafvirkjann eftir sýninguna Verk og vit 2016. Ég spurði viðkomandi hvað hann hefði haldið að drengurinn myndi skrá sig í. Já, eitthvað viðskiptatengt. Þannig að ég sagði við foreldrarna, þú hefur þá greinilega beint honum þangað. Nei, hann fékk alveg að ráða þessu. En þetta er bara tvist. Þannig kom hann hingað, kynntist þessu, sá þetta og ákveð, ég ætla bara að fara í rafvirkjann. Þannig að svona sýningar, það skila ýmsu. Klárlega. Og gaman að segja frá því líka að til að tala ekki bara Verk og vit, að þá erum við, það er að segja Samtök iðnaðarins og meistarafélag byggingamanna á Norðurlandi, standa fyrir degi byggingariðnaðarins á Norðurlandi 14. apríl og það er allir við svona aðeins að vera með míní útgáfu af Verk og vit og nýta okkur þessa reynslu eins og Elsa var að nefna að kynna byggingariðnað, kynna iðnnám og reyna að hvetja ungt fólk til að velja sér iðnnám og þetta lítur mjög spennandi út þarna fyrir norðan líka 14. apríl þó að þetta sé náttúrulega stóra sýningin. Og sú sýning hún verður í Hofi, eða ekki á Akureyri? Jú, það verður sýning sjálf í Hofi og á laugardeginum 14. apríl en dagurinn byrjar á því að við verðum með stóran fund, kynningu á hvað er verið að byggja á Íslandi og svo verður það sundur liðað hvað er verið að byggja á Norðurlandi og koll á kolli og við munum ræða þá ýmislegt varðandi byggingarmál og ég er að klára því að verði mjög mikil þáttaka þar og síðan má einnig segja frá því að fyrir norðan verður ekki bara sýning í Hofi, það verður opið hús á byggingarstöðum og reyna að kynna á fyrir almenningi hvað er í boði og hvað gerir iðnaðarmenn því að við viljum bæta enn frekar ímynd byggingariðnaðarins og hvetja fólk til iðnnáms og síðan verður líka opið hús á verkstæðum í húshlutaframleiðslunni þannig að við ætlum að gera mikið úr þessu fyrir norðan alveg eins og við erum að reyna að gera hér fyrir sunnan. Við á N4 við fylgjumst með því. Elsa, svona helgin hjá þér, hún er alveg klár hvað þú ætlar að gera? Já. Ég er fullbókuð alla helgina. Það er ekki til sekúnda.